Já, mér hefur verið komin aftur og við ætlum að ræða núna mótmæli og tilefnið það að Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, hefur verið að boða til mótmæla, segist alltaf að fara að mótmæla sjálfur og sama hvort að fólk komi með sér. En svolítið viss á því að hann verið ekki alveg einn. Hann hefur skrifað þetta á Facebook og svo var hann í gær að lýsa ástæðum þess að hann vildi mótmæla og hvers vegna hann taldi það að vera nauðsynlegt, hvers vegna það þyrfti að vera fólk út á götunum til þess að stjórnvöld myndu bregðast við í takt við vilja almennings. En Ragnar hefur svolítið vísað í búsáhaldabyltinguna og mér fannst það að vera snjallt að fá hingað 3 leikundur úr búsáhaldabyltingunni. Árni Daniel Júlíusson, Hallfríður Þórarinsdóttir og Hjörtur Hjartarson. Velkomin. Takk. Herðu, er staðan í samfélaginu þannig að megi reikna með því að fólk farið út á götu og mótmæli aðgerðaleysi stjórnvalda gagnvart lífskjara kreppunni? Já, það kemur ekki á óvart sko, þó að það gerðist. Og kannski oft verið þörf en núna brýn nauðsyn. Kannski verið sem sagt ákveðið svona mótmæla frí í COVID. Og það mátti ekki mótmæla. Það mátti ekki mótmæla. Og auk þess þá var tekið á því þannig að það var séð að fólk hefði það þokkalegt einhvern veginn. Það var settir peningar í alls konar hluti sem að annars var ekki settir peningar í. Og en núna er það búið. Það er sá straumur horfinn og nú sjáum við fallandi vísitölu í skoðanakönnunum hjá ríkisstjórninni sem er svona óskup svipað eins og hefur verið hjá hverri ríkisstjórn síðan 2009 hún tekur við og í einhverja mánuði þá eru kannski 3 mánuði þá hefur hún svona hveitibrauðsdaga sem 100 já og svo bara sígur þetta stöðugt niður þannig þangað til að hún er þrotið örendið og auk þess sem að alveg fram til 2016 allavega þá voru hörku og gríðarlega fjölmenn mótmæli á eins og Austurvelli og og það var bara það var eitt valdaapparatið í samfélaginu og það er bara að gera að fara að virkja það aftur. Þú segir 2016, það er vorið þegar Panama-skjölin komið fram? 16. apríl 2016. Já. Er það svona tímabil búsáhaldabyltingarinnar sem svona fjölda mótmæli á Austurvelli því líkur þar, það kemur eiginlega hlé eftir það eða hvað? Já, ég var nú stóðnum fyrir þeim mótmælum meðal annarra, ég og Sigurður Hellir og við vorum einmitt að pæla í nokkur dögum áður að hætta við vegna þess að þetta leit einhvern veginn þannig út að myndi enginn koma en þing átti að koma saman aftur á mánuði og svo komu þessar fréttir einmitt af Panama-skjölunum þannig að það voru þarna 30.000 manns eða meir samkvæmt talningu. En varðandi það sem þú ert að segja, byrjaður á með hvort það væri tíma á mótmæli, ég held að skipti rosalega miklu máli að það er alltaf urrandi gremja þarna undir yfirborðinu, en ef að launþegarhreyfingin tekur sér saman og það er þá í fyrsta skipti í mínu minni sem að hún ætlar að standa fyrir mótmælum. Það mun ekki gera ég held að Ragnar hafi ekki sem trúið því hann samfærður að koma einhverjir úr því en það verður hann alltaf ekki að fara að biðja ASI að koma mótmæla. Nei, en VFR? Hann ætlar bara að fara sjálfur. Hann ætlar bara að fara sjálfur? Já. Ok. Þannig að það er bara þannig að ég held ég spurði hann að þessu og hann sagði ef að beininni kemur til ASI þá er það bara alltaf þunglamaleg stofnun og enda með því að vera svona lægsti samnefnari sem kemur og mótmæli Þannig það er ekki stofnanir að fara að mótmæla, það eru einstaklingar. Já, en hins vegar gæti það náttúrulega, hann hefur náttúrulega gífurlegt persónufylgi, Ragnar Þór, og margir sem hafa mikla trú á hann, þannig að það gæti að sjálfsögðu hreyft við fullt af fólki og það held ég að gæti skipt afskaplega miklu máli að þannig er hann fulltrúi alltínt úr launþegarhreyfingunni og við munum það mæta vel frá bús og þarna rétt eftir hrun og allt það 2008-2009 það heyrðist ekki hóstega stuna frá ASI. Ég man eftir Guðmundi hjá Rafiðnaðarsambandinu, Guðmundi Gunnarsinni og ég man eftir Ögmundi Jónasinni.
það voru menn sem það var hann formaður BSRB, þeir létu í sér heyra en það kom ekki neitt frá ASÍ og það var mjög skrítið að sko ná ekki, að reyna ekki að styðja við bakið á fólkinu í landinu sem þá var bara, já, þetta voru ekki mótmæli sko einhverja rótgróna stofnana, þetta var bara almenningu sem að reis upp og þetta kringum Panamaskjörinn og það var sko það bjóst enginn við þess eins og Hallfríður var að lýsa og maður veit ekkert hvað gerist og ég held að það sé slíkt ástand sé svona að koma og kannski komi að þú veist ekkert hvað getur gerst og það þarf eitthvað bara lítið til að almenningur bara rís upp sko og þetta nánast eins og bara jarðskjálftafræði sko, það mjög erfitt að segja til þetta getur gerst allt í einu og ég held að sá tími geti verið komin en það svona eins og jarðfræðingarnir segja sko, það getur komið eftir 300 árum það verður að mótmæli næstu 300 árum en auðvitað í sambandi við verkefnishreyfinguna þá þarf hún að fara að taka sér saman og hún getur ekki hort lengur á það að almenningur sé bara rændur arðinum af sinni megin auðlind, fiskveiðauðlindinni áratugum saman það kvótakerfi búið að standa í 40 ár og það eru 60.000 milljónir á hverju einasta ári sem að renna í vasa örfárra sem að síðan kaupa bara upp allt samfélagur og látt konu með það, tryggingafélög, fjármálastofnanir, oljufélög og það er bara fjölmiðla og náttúrulega stjórnmálaflokk og þetta er orðið skuggalegt ástand og það er ekki auðvelt að losa þetta tak því að þetta er svo miklir hagsmunir að það verður erfitt að slíta það úr skoltinum á þeim sem að halda þeim og það gerist ekki nema með því að almenningur gerir það en verkalýðshreyfingin samtök almennings, almannasamtök og öllu tæði þurfa að koma á eftir og standa sína plikt líka sko. Í Panamaskjörunum, í stóru mótmælunum og náttúrulega í búsáttarbyltingunni að þá gerist það að hvernig getur orðað stjórnvöld missa lögmæti sitt það verður svona áfall það voru stór mótmæli ári áður en að Panamaskjörnum voru það þegar það var dregið tilbaka aðildarumsóknin af Evrópusambandinu sem að sló fólk svona sérkennilega að án tillit til þess hvort að fólk var sko fylgjandi aðeins Evrópusambandinu eða ekki þá þetta þarna á milli eiginlega ris píratana, ég veit ekki hvort þið munið það í skoðanakönnunum, þar sem þið slóðu upp í 36%. Ég held að við höfum tekið þátt í þessu mótmæli líka við Hallfríður og það krafan var svo að þeir haldið þjóðaratkvæðagreiðslu slit viðræðum. Já, það stjórnvöld geti ekki svona tekið fram fyrir þjóðina eitthvað því að allir lofaði að bera þetta undir þjóðaratkvæði. En það er náttúrulega endurtekið að það, sko, lýðræðishallinn er svo mikill en það er ekki tekið mark á þjóðaratkvæðagreiðslu samanber stjórnarskrámálið og þarna, þetta er annað dæmi sko íhlutun yfirvalda sem er alveg með ólíkindum. Bara með hreinustu ólíkindum í lýðræðisríki að þetta skuli viðgangast og menn komast upp með þetta og fólk bara einhvern veginn horfir bara í hina áttina, já, þetta er bara svona hérna. Þú veist, það er einhvern veginn ekkert við að gerir fólk það er nú Íslendingar svolítið duglegir við að mótmæla. Ég bendi stundum fólki á að almenningur hefur farið út á götu og hvað fellt 3 ríkisstjórnir. Það er þannig og nokkra ráðherra eftir hrun. En við fáum alltaf sömu ríkisstjórnin aftur. Já, það er eitt af því með svona bara eitt af því sem að Ragnar sagði sátu búsáldabyltinguna að kröfunar hefðu verið rangar það er þetta leiðrétta það krafan í búsáldabyltinguna var ríkisstjórnin burt og hún fór í burtu en fengur bara nákvæmlega sama og raunverulega séu staðan á stjórnmálum í dag kannski bara verri en hún var strax eftir hrun. Sko, Stefán Ólafsson hann greinir þetta í bók sem heitir Baráttan bjarginnar og hann bendir á sem sagt, í fyrsta lagi hann bendir á þetta rán sem að fer á stað eftir 1991 og herðir á því 1994 þegar sjálfstæði og Framsókn fara í stjórn 1995 fyrirgefðu og þá er bankarnir einkavæddir 2003 er það gengið frá því
strax 1991 þá lokað Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði og Landakoti og svona þessi Sighvatur vinnur okkar Gjaldtaka hafin í heilbrigðiskerfinu og kostnaðarvitund sjúklinga Já, og svo félagslega íbúðakerfinu lokað og þetta gerist allt saman á sama tíma og síðan tekur útgerðaröðaldið yfir miðin eða þessar fáu fjölskyldur taka miðin til sín og þetta þegar maður skoða töluna hjá hann þá sér maður það að hrunið í heilbrigðiskerfinu sniðurskurinn í heilbrigðiskerfinu hann ekki í hruninu, hann á undan hann byrjar áður, það 2003 þá skorið niður afgerandi í heilbrigðiskerfinu og síðan og enn frekar í hruninu svo að það því sé aldrei til haga Já, en reyndar þá það þannig að þegar hrunið afstaðið og eða ekki afstaðið þegar viðbrögðin komin frá almenningi sem fór út á göndar feldi ríkisstjórnina þá kemur til valdaðar stjórn sem að sögn Stefáns skilar almenningi aftur stórum hluta því sem hefur búið að ræna það stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna og þetta tilfellið en það má spyrja er það ríkisstjórnin sem að gera það eða það ríkisstjórnin sem að svara kröfum götunar og Stefán segir að verkalýðsflokkarnir séu veikari hér á landi heldur en erlendis en hann segir líka að verkalýðshreyfingin hún sé hún hafi að stórum hluta komið í staðinn fyrir allavega fram yfir 1990 skulle ég segja og vil að merkja, hann segir líka að nú séu að sjáast þess merki að verkalýðshreyfingin sé að vakna til lífsins og það eru 2 armar í verkalýðshreyfingunni annar armurinn það vakna til lífsins og hinn döður hinn ætla mjög ákveðin að vera steindauður áfram Já, það kannski ég veit, hann segir hann ekki að ríkisstjórnin eftir hrun hafi skilað öllu tilbaka það hún leiðrétti sumt af því sem hafi verið lækkaðir skattar hækkaði fjármagnstekjuskattinn úr 10% í 20 en hann hafði náttúrulega verið skatlaður eins og launatekjur áður hann fór með fyrirtækjaskattinn úr 15% eða 12 eða 15% upp í 20 hann hafði náttúrulega verið miklu hærri áður og endurreisti ekki eignaskattinn settir þetta auðlegðaskatt tímabundið þannig að má deila það hvort hann hafi skilað í öllum ávægningum tilbaka ég held að meins að Stefán en síðan komaði ríkisstjórnar eftir 2013 og þá fer að halla undanfætti eins og þú segir stjórnmálaflokkarnir mistu lögmæti í hruninu og þegar þá opnuðust eyrun á þeim þeir auk þessum að þið voru að telja upp þá afnámiðu líka eftirlauna forréttindi sem að höfðu sett þarna í desember 2003 alveg ótrúlega sjálftaka og stórtak en þetta var af því að stjórnmálastéttin óttaðist almenning hún var bara hrædd en hún var furðu fljót að jafna sig það sett af stað þarna stjórnarskrárferli ótrúlega magnað lýðræðislegt ferli og tillögur að nýrri stjórnarskrá eru afhentar Alþingi þetta var að beiðni Alþingi og þessar tillögur eru síðan settar í þjóðaratkvæðagreiðslu lagðar fyrir kjósendur og spurt hvort að þeir vilji að þessar tillögur verði grundvöldin nýra stjórnarskrár og 67% kjósenda segja já, við viljum það. Síðan fer þetta fyrir Alþingi aftur en þá eru menn fannir að jafna sig á, þá, þetta er eins og bara með það sem að dettur í það á fimmtudegi eða föstudegi á sunnudegi ætlar hann aldrei að gera þetta aftur en svo gefur miðvikudagur og það var svona resari en síðan búin að vera helgi bara og fyllir í en þau þurftu samt að ganga það langt og það er mjög merkilegt og það er það er nýtt í sögu lýðveldisins að úrslit kosninga eru ekki virt og það sem hangið þar á spýtunni eru þessi gríðarlegir hagsmunir í sambandi við fiskveiðiauðlindina
Hvað varðandi það sem að Ragnar segir að kröfur búsáttarbyltingarnar hafi raunverulega verið rangar. Það er ekki nóg að krefjast þess að skipta ríkisstjórn, þú fær bara nýja sem ekki nákvæmlega sama. Hvað segir þetta? Ég er ekki alveg saman að þessu sko. Nei, ég er ekki alveg saman að vegna þess að ég held að það hafi töluverður árangur nást og gríðalegur árangur með því að hér varð til ný stjórnarskrá. Það er ekki, hún er ekki hún er ekki gild, en sá áfangi náðist. Það sé til frumvarp stjórnlagaráðs. Nei, það er til samþykktar tillögur sem voru lagðar fyrir þjóðina sem að kjósendur samþykktu. Það er ekki stjórnarskrá. Nei, en það er ekki tillögur stjórnlagaráð. Stjórnlagaráð kemur þessu máli ekkert við lengur. Sko, það má segja sko það að það náðist fram að það var skipt stjórn og við getum séð líka þegar við horfum á söguna og lítum til annar landa að þar hefur verið skipt stjórn með miklu róttakara heldur en þar var gert. En nú er ástandið orðið það sama aftur. Ég bara bæði á Rússland sko, að þar var gert bylting og skiptum allt og en núna er síðan mistu byltingan menn völdin einhvern tímann mjög með fullkomlega ofnbelum hætti árið 1991 og formlega þannig að þarna á milli er náttúrulega mjög vítt svið sko, en það til þess að sko, festa breytingar í sessi sko, það má kannski segja að þessi tvær helstu svona reynslan á 20. öldinni er sko, annars vegar að þú gerir byltingu eins og í Rússland og Kína og skiptir algjörlega kerfi og setur upp sko, einsflokkskerfi. Síðan er sko kínsíska velferðarkerfið sem var módeli sem var sett á stofn á Vesturlöndum og sem að Stefán Ólafsson fjallar mjög mikið það er mjög athyglisvert að hann fjallar ekkert sko þeir er náttúrulega hann er að vinna með Piketty, Thomas Piketty og þeir, hvorur þeirra fjalla neitt Sovétríkin og ekki heldur kvenréttindahreyfinguna. Þetta er svolítið athyglisvert en það bara, maður sér bara, þeir bara velja það, þeir eru ekki að fjalla þetta, þeir eru bara að fjalla velferðarkerfið, þar sem næst fram í gegnum, og vel að merkja bæði lýðræðisvæðingin og velferðarkerfið næst fram í gegnum baróttu. Svona baróttu fólk sem eins og var í búsáhaldabyltingunni. Alveg nákvæmlega sama tegunda baróttu. Fólk fyrir út á götur, gerir verð. Það sem ég held að búsáhaldabyltingin hafi sko skilað með sko stjórnarskrámáli og allt það, en það sem kannski er það bara mín svona þrönga sína á þetta, en ég held að hún hafi vakið ofsalega marga til vitundar það að það skipti máli að láta sig hlutina varða. Það var einhvern veginn ekki hefð fyrir því að fara hér, hafi allavega ekki verið í fjöldamörg ár sem fólk fór út á götur til að mótmæla með sama hætti og gert var í búsáhaldabyltingunni, og það held ég hafi gefið fólki ákveðna svona trú á að það er hægt. Við getum beitt þrýstingi, við getum fellt slæma stjórnendur eða ríkisstjórn ef okkur býður svo við að horfa, en það sem gerðist kannski og Ragnar er að tala það er alltaf, kerfið hefur ekkert breyst og það er það sem það er eitthvað rótið þar. Að við fáum alltaf sama grautin í sömu skálinni, það er alveg sama hvað við kjósum, það er alltaf sömu aðilarnir sem ráða öllu. Það er bara þannig. Ég meina, að horfa á þessa ríkisstjórn núna, það kemst ekki nýfsblaðið á milli Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, ég sé enga mun á þessum tveimur flokkum, akkúrat engan. Og Framsókn er þetta bara með því þeir fá alla góða dílana og geta ráði vinn og vandamenn í stofnanir ríkisins eins og þau gera og sett á sem forstöðumenn sem að draga svo til sín vinkonur úr saumaklúbbi eða bridgeklúbbi eða hvað nú er. Þannig að þetta eru svona stjórnarhættir sem að hafa verið við lífi og einhvern veginn viðgengist. Og það er það sem er svo rótið. Það að mínumati þá, ég er náttúrulega upptekin af stjórnarskrá, þá gerist þetta í skjóli úr alltaf stjórnarskrá. Almenningur hefur engin ráð til þess að ná fram vilja sínum. Við getum bara litið á dæmi með kvótækjur. Akkur eru hér 90% þjóðurinn á móti þessu kerfi. Þeir vilja hækka veiðigjöldin. Þetta stendur þessi barndegu staði í bráðum 4 áratugi og þetta næst ekki fram. Sama er með kosningakerfið sem er mjög ólýðræðislegt. Ábúslega.
almenningur búin að vera að krefast breytingar, mörg frumvörp auki persónukjör komið fram og vera að auka sem sagt efla vald kjósenda í kosningum og milli kosninga en ekkert að þessu nær fram að ganga. Þess vegna heldur auðvaldi hér og gamla kerfislið dauða haldi í þessa stjórnarskrá og árangur búsáhaldabyltingarnir miklu meiri heldur en viðurkennt og það þessi nýja stjórnarskrá sem að almenningur á. Þetta stjórnarskrá almenning, stjórnarskrá fólksins. En hún ekki í gildi. Nei, hún ekki í gildi. Hversu margir af þeim hún ekki í gildi? Hversu margir af þeim sem að vilja nýja stjórnarskrá telur að upplifi að þeir hafi sigrað baráttuna? Ég held að þeir séu of fáir sko. En hvers vegna hún ekki í gildi? Ég skal segja þér það. Það vegna þess að úrslit kosninga ekki virt lengur á Íslandi. Sko, það eina ástæðan fyrir því. Búsáhaldabyltingin og hvað við þá stödd? Ég alveg sammála Hallfríði sko að hún hafði mjög mikil áhrif og þú nefnir stjórnarskrána og ég má nefna rannsóknarskýrsluna. Ég vil kannski taka fram að Ragnar bendi nú á sjálfa sig og Sólveig Önn og fleira sem svona afkvæmi búsáhaldabyltingin. Hann er ekki að segja sig áhrifalaus. Hann er að segja kröfurnar sem voru gerðar hafi verið rangar vegna þess að þær dugðu ekki til. Þær voru alltaf bara í núinu, það var seðlabankastjórinn burt og það var ríkisstjórnin burt seðlabankastjórinn og hvað var það fyrir? Stjórn fjármálaeftirlitsins. Stjórn fjármálaeftirlitsins. Þetta var það sem að Hörður setti fram á Austurvelli. En svo voru kröfur, sko, bara fyrsta krafa, fyrsta mál á stefnuskrá borgarhreyfingarna var ný stjórnarskrá. En sem sagt síðan sko til hliðar þetta þegar talaður sko kvótakerfi ónæma það 90% og svo framvegis og það sama gildir heilbrigðiskerfi. Það gríðarlegur stuðningur við að efla sölu á bönkum veggjöld og nú komin nýtt það getur ekki alla stefnur ríkisstjórnarinnar og almenningur á mótinni sko núna komin nýtt mál og það sko við erum að leita helvítis með hraðlest í umhverfismálum og það er vaxandi vitund það hjá öllum og það er að koma kvikmynd sem heitir sem terrorista sem að eyðileggja olíuleiðslur Pipeline ég sá hann daginn Já, og það er Andreas Malm sem skrifaði bók sem að Guðmundur gera eftir. Andreas Malm sænskur umhverfis fræðimaður sem að er í góðum hópi og þeir fræðimenn eru í svona ákveðin fylgingabróti þessar miklu hreyfingar sem að vaxa og þeir eru með marxismann vel að merkja. Það er mjög athyglisvert. Marxismin, hann var ekki talin eitt sérlega umhverfisvænn en þeir hafa bara reynilega grafið upp aðra hlið á Mars sem að finna í dagbókum hans frá því eftir 1850 og þegar hann sem sagt var ekosósíalisti þannig að þarna og þetta verður æbrýtna bara með hverju árinu og En ég að spyrja hvort að fólk fara út á götu. Við sjáum þetta í öðru löndum. Það eru mótmæli í Bretlandi, í Frakklandi, það er mikið af verkvöllum í Þýskalandi, það eru verkvölli í Nóri sem að menn ekki sé lengi. Það eru deilur í Chile og Ísrael. Mótmælin í Evrópu eru svolítið knúin áfram af lífskjarakreppunni. Fólk finnur það bara að það á ekki fyrir orkureikningnum. Dæmum í Bretlandi að fólk að flýta út í bílana sína og það alls konar ótrúlega sögur sem í gangi. Þessi staða hér? Mun fólk fara út á götu vegna að eitt að vera með svona ideológíu með nýja stjórnarskrá við vitum það þetta getur, þú fengi ákveðin hóp til þess að gera það, en það er ekki allur almenningur sem ríkur út á götun eða mann upplifi að það sé ógn við sína lífsakomu eða þá að stjórnvöld hafi tótali gengið fram að þeim í bara valdaráns eins og Macron mótmælinir á sumurleiti ekki bara ideológiskum hvernig eftirlaunaaldur á að vera, þetta er bara ógeð á framkomu Macron. Fólk mótmælir ekki og ekki til neitt slag við stjórnvöld nema það sverfi af því. Já, en nema það komi verulega illa við budduna. Það er það sem ég held að það gæti alveg verið. Ég meina það er bullandi verðbólga og það er þessi lán, þessi verðtröðu lán sem að losna núna og það getur
sko þau fara upp í fleiri 100.000 afborganir á mánuði og fólk, ég sé ekki hvað fólk á að hafa efni á því að geta borgað af slíkum lánum og það er alltaf bara verið að ræna fólk hábjartan daginn í þessu lánakerfi sem við búum við og við erum einhvern veginn, þetta eru átthagafjötrar samtímans, þetta fyrirkomulega alveg skelfilegt og ég vil taka undir það sem Hjörtur sagði áðan, ég reyna að muna hvað hann heitir bandarískur aktivisti og fræðimaður sem að ég man ekki nafna á honum lengur en hann var blaðamaður hjá Pulitzer Prize hafi og blaðamaður hjá New York Times á stríðssvæðum í áratugi og hann hafði farið víða og hann sagði einmitt það sem Hjörtur var að segja það er engin leið að segja hvaða dropi það er sem fyllir mælinn eða hvaða elspýta það er sem kveikir bálið eða er svona ólga undir, hann var í Tékkó, hann var í Miðausturlöndum, hann var í Mið-Ameríku, hann var allar trissur og hann sagði, það var ekki nokkur einasta leið að tímasetja, það er bara eitthvað minnsta, eitthvað lítið fjölegt atriði sem getur hleypt öll í bál og brand og það er náttúrulega ef að ólgan er nógu mikil undir að þá gæti það alveg örugglega gerst hérna líka. Ég gleymi aldrei ekki ég sé endilega óskaðis myndum af Sjásess þarna á Svölunum í höllinni og múurinn hérna fyrir neðan sem var komin til að fagna með honum einhverju sem ég man ekki hvað var og svo allt í hennu bara snýst til einhvern veginn andrúmslofti við hann heldur að þau séu að fagna sér en þá breytist bara tónnin og svo náttúrulega fer hann í þyrlu af þakkinu og þau munið eftir leikin svo verður þyrlan bensínlaus út af einhverju engi og þau eru dregin hann í einhver sýndarréttar skotin eins og hundar en þetta var svona maður sem sagt réði öllu og svo allt í einu er það bara búið. Já, við vorum akkurat með eitt svoleiðis mann í hruninu Davíð Oddsson sem var á okkur stalli hjá mörgum og bara stjórnaði með ótta og hann var bara eins og diktator því hann hefur alla tendensa til þess og ég gleymi ekki, ég heyrði í hausti þarna að hann ætti Seðlabankann eins og grenjandi ljón og fólk var skítrætt við hann og ég segi við mannskjörn sem segir mér og hvað? Já, bara allir rosalega rættir. Já, er það? Og gerir engin neitt segir engin stopp og segir nú komið nóg, nú hættir þú fer bara út. Nei en hann fjallaði þessum stalli og ég held að það sé ágætis dæmi eða fyrirmynd menn þeir geta dottið á stallinum jáfnvel þó er séu mjög valda miklir eins og Davíð Oddsson í okkar samhengi var en byrju, þegar Ásgeir seðlabankastjóri kemur og tilkynir vaxtahækkanir þá talar hann okkur svona þá segir hann, ég er einn í þessu stríði lætur eins og hann sé ykkur svakalegum stalli og segir verkalýðshreyfingi verður bara að halda kjafti og ríkisstjórnin verður að gera eitthvað meira þeir skiljið mig einan eftir, ég er eina vörn íslensku þjóðarinnar gegn verðbólgunni hann tala bara eins og það en ég held að menn hafi bara ekki njóta ekki þessar virðingar óttablöndnu virðingar eins og þeir gerðu á og það er kannski eitt af því sem að búsáhaldabyltingi skila okkur að þeir fólk er ekki það lítur ekki í gras samt að ég að fá aðeins andmála ég horf á fréttir af þessum vaxtahækkunum það var alltaf látið eins og hann sé að bregðast við til þess að slökka á verðbólgunni þó svo að hafa ekkert gerst hann alltaf hækka vexti, verðbólgan heldur bara áfram upp það er ekki fjallað það þannig en einu svona hækkar hann vexti á þess að neitt gerist það er ekki fjallað þannig, það er engar efasemdir að þetta sé bara eina sem að Seðlabanki getur gert, það er hækka vexti til þess að eyðileggja kaupmáttinn hjá fátækustu fólkinu sem er að kaupa sér húsnæði. Það er engin úttekt við verðum að gera það til þess að vinna verðbólgunni. Það er aðeins enginn þetta. Bitlausir eins og Ríkisútvarpið er bara fullkomlega bitlaus fjölmiðl fyrirgjöðu. Þessi fjölmiðlar eru bara áróðstæki og mjög öflug áróðstæki og stýra stemningunni í samfélaginu. En samt erum við komin með stöð eins og þessa, samstöðina sem er árangur af búsáhaldabyltingunni í raun og veru. Er ekki hægt að segja þetta er bara lítið jaðar fyrirbrigði en engar síður og það vantar þessa gagnrýnisrödd og það er það sem er svo hættulegt þegar fólk einhvern veginn, það bara dofnar af því það er einhvern veginn ekki
þessi fréttaflutningur, hann svo opbúslega fyrirsegjanlegur, oftar en ekki, það svona ein og ein góð inn á milli, en svona gegnum sneitt afskaplega lítið aðhald að stjórnvöldum og litlu verið að sko fletta ofan af eða sýna okkur í raun og veru, við vitum alltaf að grassera spilling hérna, en hún einhvern veginn, það heimildin og stundin og kjarnin forverar heimildarinnar sem eru svona að reyna eitthvað að vera svo gagnrýnisrödd en af sko sjónvarsstöð, það nú dáin hann þessi Hringbraut sem var náttúrulega bara málpípa kapitalistana þannig að séð og aldrei með neitt gagnrýna frétt. Kveikur var með þátt sem að dró athyglinna að ömurlegu ástandi á húsnæðismarkaði. Það svolítið langt sem að við komum svoleiðis frá Kveik. Og það var líka með umfjöllunum þessu frægu umfjöllunum Samherja sem að og þá ertu komið sko 3 ára, það eru 3 ára á milli sko, þannig er ekki eins og Kveikur komið bara vikulega með eitthvað. Nei, ekki eins og uppdrag granskning í Svíþjóð í sænska sjónvarpinu eða eitthvað svoleiðis sem er miklu meira svona. Eitt sem að Ragnar segir, hann segir að stjórnvöld hérna taki ekki tilliti til almennings, svona almennings getur staðalt af sér, nema almenningur sé bara út á götunni og stjórnvöld séu eins og þið orðuð að bara hrædd við almenning. Það þannig að ef að almenningur ekki út á götum gargandi, að þá munur stjórnvöld bara þjóna sinni elítu. Já, það er reynslan sko. Almenningur á ekki ráð, önnur. Sem sagt frá 2009 þá hefur þetta verið svona, ef almenningur fer út á götuna þá breytist eitthvað, ef ekki þá það sem að módelið sem að kom upp eftir 2013, eftir að Jóhanna fór frá völdum, þá semst fór sjálfstæðisflokkurinn að setja fyrir framan sig sko svona einhverja fronta. Fyrst var það Sigmundur Davíð, svo var það reynduði sjálfur að vera í stjórn með Bjartri framtíð og Viðreisn og það gekk nú ekki vel. Og svo kom Katrín og félst á að fronta þessi völd. Og þetta óstabilt, það engin sátt þetta fyrirkomulagi í samfélaginu. Þetta fer alltaf út þúfur á endanum og þetta eldfimt ástand. Það getur hvenær sem sko sprungið í loftupið. Það vantar sko pólitískan valkost. Hann var ekkert í hruninu sko. Nei, sko, en sem sagt valkosturinn var í rauninni, valkosturinn kom fram eftir kosningarnar í apríl 2009 og það var Samfylkingin og Vinstri grænir og sá valkostur hann sem sagt bara gekk ekki upp. Ja, það eiginlega engin ríkisstjórn mist fylgið sitt í að trakta og svo. Nei, en þetta var samt hrein vinststjórn. Það lágið að Samfylkingin og allt sem í henni myndu bara þurkast út sem stjórnmálafl eftir þetta. Svo hafa komið sko upp flokkar, Píratar, það hafa komið sósíalistaflokkurinn sem ekki inn á þingi og þessi tveir eru róttækir og síðan sko Samfylkingin auðvitað og Vinstri grænir og flokkar. Fleiri flokkar komið við reisn og fram til kosningana 2016 þá hefðu Píratar verið með sko milli 30-40% fylgi í held ég bara 1,5 ár. Í skoðanakönnunum. Í skoðanakönnunum, já. En af einhverjum ástæðum fer engin stjórnmálamaður og ákveður það að gera eins og Framsóknarflokkurinn gerði 1971 eftir sko 10 ára stöðnun. Núna erum við búin að hafa 10 ára stöðnum sko. Og nú þurfti einhver að stiga fram sér skjöldu við skulum hafa umbótastjórn einu sinni. Og það alveg hægt. En þarf ekki að breyta grundvallarkerfinu. Það einhvern veginn, það ennþá þetta rosalega atkvæða ójafnvægi, atkvæða út á landi 2 sinnum þyngra, vegur 2 sinnum meira heldur en atkvæða á höfuðborgarsvæðinu. Það ekki alveg þannig sko. Það ekki meira atkvæða ójafnvægi milli byggð á Íslandi heldur en þetta í Noregi. Það ekki? Nei. Milli kjósendana sjálfra það er mjög mikið það er jafnt vægi á milli flokkana það var miklu meira hér á áður sko. En það samt þannig að það hvergi minna á Norðurlöndum val kjósenda hér þú getur bara sett litla exit það það sem að sker íslenska kosningakerfi frá öðrum löndum að allstaðar í okkar nágrenni væri sólstaflokkurinn á þingi. Það aldrei hvergi svona hár þröskuldur eins og hér. Sólstaflokkurinn í borgarstjórn. Og þar borgarstjórnin stendur mér veist þessi Samfylkingin ekki standa sér vel í borgarstjórninni eins og sko. Það eitt
lítið traust á borgarstjórn og lítið traust á Alþingi og það eiginlega engin íþjóðlega stjórnmála, það eiginlega miklu minna traust almennings á lýðræðiskerfin okkar heldur en í nágrannlöndum okkar. Það bara rótgróið vantraust hérna á stjórnmálalandsins og þessi viðleitnið sem núna stendur yfir með því að Katrín gengur til liðs við Sjálfstæðisflokkinn á 2017. Það bara verið að verja þetta gamla kerfi. En það samt í lamasess og þau eru alveg lömuð stjórnir líka með sér þetta í húsnæðismálum, málefni leigjenda, í efnahagsmálum, verðbólgunni. Þetta fólk sem bara lamað. Það var talað einhverja lömunaveiki hérna í aðdraganda hrunsins. Hún alveg grassirandi núna. Já, þetta fólk ráðalaust. Þetta eins og 1968 það síldin hvarf. En þar þá ekki... Það algjört ráðaleysi. Já. Og bara stefnuleysi. Það líka svo erfitt að stjórna og taka einhverja forystu þannig að þú finnur bara andúðina og vantraustið. Þú veist, þú færð ekkert sjálfstraust. Já, frá almenningi. Frá umbjóðenduðina. Þess vegna þarf almenningur að taka nánast völdin í sínar hendur og ég sé það einhvern veginn fyrir mér að ef að það væri hægt að sameina launþegarhreyfinguna, ég vil ekki undir nafni ASI eða einhvers eins stéttafélags heldur bara meira og minna launþegar í landinu. Þeir geta alveg, og það hvað 120.000 manns hér í... Það meina almenningur eða meinar... Já, ég meina... Og önnur samtök almennings líka. Já, bara önnur samtök líka. Já, það eiginlega ekkert fyrirbrigði tvístraðra í dag heldur verkefnisleikina. Ég veit það því mér. Ef við ætlum að finna módel fyrir svona stjórn, þá verðum við að líta til Rómönsku Ameríku. Þar eru við með vinstristjórnir og þeir hafa alla fjölmiðlum út sér en þeir hafa það mikið stuðning í meðal almennings að þeir þurfa ekki að hlusta á þessa fjölmiðla og þangað getum við alveg litið. Kannski erum við að komast þangað, heldur það? Ég veit ekki. Hvað þetta vísa þá í fylgisaukningu samfylkingarinnar í skoðanakönnunum? Nei, ég er ekki að gera það, þú kannski að gera það. Samfylkingin hækkaði í skoðanakönnunum þegar hún hætti að leggja áherslu á stjórnarskrármálið? Var það ástæðan fyrir? Nei, ég segi ástæðan. Ég veit alveg hver ástæðan er. Ástæðan svo að formaður þeirra var í öllum fjölmiðlum í nokkra vikur. Og hún kom fram og sagði ég tek Ingibjörgu Sólrúnu mér til fyrirmyndar. Ég ætla að hætta að hugsa Evrópumálin eða leggja áherslu á Evrópumálin og nýju stjórnarskrárna sem þau hafa reyndar aldrei lagt neina áherslu á, aldrei barist fyrir. Og svo fór hún landið og hélt einhverja fundi sem náttúrulega mjög virðingavert. Hún fór landið og bauð fólki til funda við sig og hlustaði á fólk og þið veitir hvernig það á svona fundi, það mæta 10 manns og hún sagði, það sló mig svolítið, hún tók sérstaklega fram og tönlaði svolítið að því að stjórnarskrána hefði ekki borið á góma. Það auðvitað því að hún flytur framsöguræðu eitthvað og nefnir ekki stjórnarskrána. Svo fór ég á síðasta fundin í Iðnó sem hún hélt. Það var loka fundur þessarar fundarhinnunar. Það sem hún kom og melti fram það sem hún kom og orðið var ekki laust bara samstundis kom einhverju félagur úr samfélaginu sem ég kannaðist ekkert við og rættu ekkert nema stjórnarskrána og skoruð á hana. En hún líti ekki þeim ástæðum? Ég veit hún ítrekkaði þess afstöður umverulega í hvað hefur kallað setningaræðu sinni þegar hún var kosið formaður? Já, nei, þetta var líklega var þetta áður en það var. Já, hún gerði það sennilega, já. Eða svona ítti undir þetta, en hún verður náttúrulega mynd á þetta og ég veit alveg að það eru félagar í samfélaginu sem ég kannast við að þeir munu ekki sætta sig við þetta, sko. Af hverju gerum þetta? Þú varst að vísa í einhverjum svona kröfum umbótastjórn. Hvar heyrur þú þá kröfu? Já, ég finnst það hljóta að vera eðlilegt ef fólk að tala óánægju og við sjáum það. Við sjáum allstaðar þessa fórustu kreppu í samfélaginu. Það er gríðarleg kreppa í húsnæðismálum og það er engin fórusta tekin. Og það er þörf á að komi til starra fórusta sem að tekur heilbrigðismálum, íbúðamálum en almenn, ég er að reyna að hugsa en maður þarf að hugsa í lausnum og þú ert að tala um að verkfallshreyfingin sé marga klofin vissulega, en er ekki
ekki mögulegt þrátt fyrir það að virka einhver öfl þá innan verkalýðshreyfingarinnar eða þessar frjálsu félagasamtaka eins og sem eru reyndar allt og veikburða hérna eins og þú bent á eins og neytendasamtökin það er partur af því að skerða. Þau eru að hressast aðeins neytendasamtökin, neytendasamtökin að hressast, margir hressast. Já, margir hressast en það sem vantar að sjálfsögðu er að yfirvöld í landinu sýni þessum hreyfingu þá virðingu sem að þeim ber. Nei, alveg, ég er að segja það og það er partur af lýðræðisvæðingunni að efla slík félög og það er partur af því að þeir vilja hreinlega ekki ég skilði það þannig að yfirvöld þeim er ekkert sérstaklega vel við að hafa sterk neytendasamtök eða vel við að hafa sterk leyendasamtök það er engin áhugi fyrir grasróta lýðræði Íslensk stjórnmál er einhverju djúpstæðri kreppu þau lifa bara frá einu hneykslismálinu til annars klóra sig áfram og svo þegar kemur að kosningum ef það verður ekki bara hreinlega einhvers konar hrun að þá afgreiða kosningarnar á 2 vikum og þau kunna það aðstoð ykkur auglýsingarstofu endurnýja völd sín og þau kunna það allt saman og kaupa sér aðgangum með að völdum aftur og kunna til verka í sambandi við það Eitt vandamáli er það að okkar fyrirmyndir á Norrlöndunum þær hafa svolítið látið á sjá það er konu skuggar þar Já, ég nefndi inn á Rómanska Ameríku þær eru raunverulega fyrirmyndir núna til reiðu að bara samfélagið er mjög Rómanska Ameríka er langt í burtu og það er öðruvísi samfélag og allt annað saga já, en á Norrlöndunum þá er búin að vera þessar hægri hreyfingar sem að hafa stöðugt verið að styrkja sig og það má segja að kannski íslenska kerfum til hrósa það viðurkenndar að við erum laus við það það er alltaf bara infiltrerað í alla flokka átni minn. Þess vegna er það það er bara þjóðernissinnar allstaðar í öllum flokkum, framsóknarflokkurinn vinstri grænir, framsóknarflokkur á sterum undirliggjandi rosaleg þjóðernishyggja þinginu þegar Jón Gunnarsson og Sigmundur Davíð fara í hanaslag hver er með meiri útlendingandúð nákvæmlega þannig að þetta er bara þvert yfir alla flokkana og það er því miður er það þannig Já, kannski er þetta vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er með þetta Já, ég meina og þetta ég ætla að segja það sem að segja með samfylkinguna með fullir virðingu fyrir nýjum formanni að þá heyrist mér á þessum aðgerðum hennar eða því að hún er að slíta sig frá þessum stóru málum eins og Evrópumálinu og stjórnarskrármálinu og þá segja, ég skila þannig hún er bara að halla sig meira í átt að valdinu, ríkjandi valdinu Nei, ég mynd það ásækjart það sem hún segir því ég fari líka svona land og ég tala við fólk um pólitík og passa með því að þegja og þannig að ég heyri hvað það fyrir og þegar ég fer landið og tala við venjulegt fólk pólitík þá leggur það áherslu á húsnæðismál heilbrigðismál og bara framfærslu ég vil bara hafa tækifæri fyrir mig og fjölskyldu mína til þess að eiga sómasamlegt líf og ég óttast heilsuveika barnsins míns og ég sé foreldra mína sem er eldast að þau eru ekki náðu kerfi fólk er ekki að ræða við mig stjórnarskrána því miður ég veit það og ekki með Evrópusambandi ekki einhver svona ídealískar breytingar það er það ekki fólk er bara nóg með sig og það segir og það sem er svo sérstaklega þegar maður tala við fólk að þá verður maður svo varfið það að ég myndi segja 80% af fólki sem er að hugsa svona upplifir sig djúp svikið af stjórnmálum sem alltaf koma annars lagið og lofa einhverju og svíkjað aldrei svo horfum ég að fylgjast með því hvað er að tala um á þingi og það verður að tala bara eitthvað kjaftaði og bullshit sem að kemur mér og minni fjölskyldu bara ekkert við ég held að mér fannst Kristrún vera endurspegla svona upplifun mér finnst Kristrún vera svona að koma ærlega fram ég held hún sé ekki að segja í raunin að við ætlum að gleyma stjórnarskránni og þessu en þó mér finnst óþægilegt að heyra þetta ég held að þetta sé, hún hugsa þetta nákvæmlega eins og Gunnar Smári var að lýsa að fólk er bara bara að fá að lifa sómasamlegu lífi og og svo kemur hitt ég stenst ekki í freistinguna að þetta er kjarnin í velferðarkerfinu velferðarkerfið er til að koma til móts við svona kröfur
og við erum með Vinstriflokkarnir byggðist upp á þessu og sósíalismi fór til þeirra sem voru fátakir og svo voru veikir og spyrir hvað vantar þig? Vantar húsnæði? Vantar hærri laun? Vantar heilbrigðisþjónustu? Menntu fyrir börnin þín? Hvað vantar eitthvað meira? Og þetta var stefnuskráin. Þannig var sósíalismi. Og ég bendi á það er Stefán Ólafsson fer í þessari bók sem ég nefndi á þann, Baráttanbyrgjunar. Hann fer víðan völl og bendir á það í Bandaríkjum þá velferðarkerfið mjög veikt en hann bendir ekki á hvernig velferðarkerfið var í Sovétríkjunum. Það var ókeypis húsnæði, allir mikið húsnæði, ókeypis menntun, ókeypis heilbrigðiskerfi og ókeypis dagvist og það var á öðrum sviðum heldur, það var á öðrum stað, allt öðrum stað og þetta var bara vegna þess að ríkisvaldi var í höndu verkalýðshreyfingarinnar alveg hreint. Og þrýsti á samfélagsbreytingar á Vesturlöndum til þess að standa samkeppni við. Já, og það var sko alvöru samkeppni. Og það átti líka við kvennarhreyfinguna sem að vegna þess að í Sovjetinu voru kvennabaráttan komið miklu lengra heldur á Vesturlöndum og það var að svara því með því að ýta undir. Hún er alltaf skelfilega núna. Núna það er undir. Einu orði. Það verður ekki kvenréttindi í nýfrjálshyggju, sko? Nei, ekki en Guðminn Almáttur Gunnar Smári ekki leggja það á jöfnuð ástandið sem er þar. Núna? Já, þegar ég var að tala í Sovétríkjunum að þá stóðu Vesturlönd frammi fyrir því svona 1960 að bara menntun kvenna og eitthvað fleira var komin langt fram úr Vesturlöndum. En vissulega, en þær tóku líka aðra á þriðju vaktina þar alveg, sko, ég er ekki að segja að það hefur verið dásamdar líf, ég er að segja að það voru langt á undan. Taka Sovétríkin einhvern veginn inn í þessa, ég á svolítið erfitt með það. Ég gerði það skömminni að draga Sovétríkin en ég finnst alveg fulla ástæða til að benda á þetta. Já, og fólk, ég þekki fullt af fólki frá Austur-Evrópu sem hef talað við mjög marga innflytjendur hérna sem að muna tíman að tvenna voru sem sagt uppaldir í þessu kommuníska kerfi og alltaf gagnrýnir á það en nákvæmlega þetta þeir segja bæði, ég talaði pólskona sem sagði mér, miðaldarkona sem sagði, sko í fyrsta lagi þá er staða kvenna í Pólandi núna og hún fór svolítið hjá sér, hún sagði að þetta var feimin og svona leit út undan að segja það er bara alltaf svo konservatíft, kirkjan ræði svo miklu núna, það var miklu frjálslegra, það var allt öðruvísi og velferðarkerfið virkaði og það virkar ekki lengur og það hef ég heyrt líka frá Rússum og þannig að það er auðvitað sko Lea Ypi hún er albönsk fræðikona og rithöfundur sem kom hún á bókmenntir og hún er sem sagt ólst upp hún fædd 1979 og skrifaði bók ævisögur sína sem er alveg frábær. Já, ég las hana í Guardian eða eitthvað. Hún hefur þýtt á íslensku meira segja og hún er að lýsa því hvernig sem sagt var að alast upp í sósíalísku samfélagi. Já, pappin og mamma fór í sikkur áttinar þegar og svo sem sagt kom breytingin og og það sem sagt fór eiginlega allt og langt til í hina áttina sko hennar mati og hún er núna svona mjög framalega í flokki vinstri manna á Vesturlöndum, marxista bara hreinlega. Já, þetta er alveg þekkt og við viljum kannski ekki beina talin að Sovétríkjunum þá var ég einu svona í Pétursborg og þá lýsti miðaldra fólk því fyrir mér að það hefði margt breyst hjá þeim stóð ágætlega svo sögðu sko eitthvað í þessa veruna en áður þá höfðu við meira samfélag núna eftir fall Sovétríkjanna þá var okkur sigað hvort af öðru þannig við erum klórum augum hvort af öðru í samkennum störfin húsnæðið og allt þetta var svona þeirra upplifun á breytingum en það fjallar fyrir svona vúlgar kapitalisma Já, þetta var þeirra hugmyndur kapitalisma en það hafði verið sagt að svona væri kapitalismin á Vesturlöndum En varðandi kröfur almennings að þá vísar Ragnar Þór meðal annars í svona mótmælarhreyfingu, ég veit ekki hvað kalla þetta Enough is enough, þar sem að meðal annars forustu fólk úr verkalýðshreyfingunni í Bretlandi koma að líka samtök sem að berjast gegn fátækt, kannski svipað og PEP á Íslandi það er náttúrulega mjög sterkir svona foodbanks í Bretlandi sem eru með öðrum hætti heldur en þessar útlutanir sem eru hér svona þróara og einstaklingar meðal annars á þingi og fleiri sem standa á baku þessar hreyfingu. Hún kemur fram bara með 5 kröfur
og það því að ég nefni þetta því að Ragnar sagði eitthvað að hópurinn sem stæði að þessu þyrfti að koma sér saman einhverja kröfur og því við erum að tala hvers konar kröfur eru í gangi núna. Þá eru þessar kröfur númer 1 hækkun raunlauna og það raunlaunin að þjóta verðbólgunni sem það ekki nóg að hækka launin minna en verðbólgan, lækka orkureikningana, enda fátækt eða matarfátækt eða svo kallað food poverty, gott húsnæði fyrir alla og skattleggjum hinna ríku. Þetta eru kröfunar. Þetta eru góðar praktískar. Já, nema, ég sé ekki alveg lækka orkureikningana, það er náttúrulega ekki sama issue hér. Það væri bara lánin, sko. Já. Húsnæðislánin. Gott húsnæði fyrir alla já, og það grundvallar krafa. Grundvallar mannréttindi. Þetta eru bara mannréttindi. Já. Að það er alveg merkilegt að það skuli... Og fólk hafi ofan í svo á. Það er líka önnur... Þetta Maslow-pyramídin sko. Já, það sést bara líka mjög vel afstaða yfirvalda sko, hún kristallast svolítið í afstöðinni til innflytjenda. Þeir moka hér inn innflytjendum eins og enginn sem morgundagurinn og það er allt til þess að smyrja hjól atvinnulífsins og að því þetta fólk blóðmjólka sko krafta þess en það datt engum í huga að þyrfti húsnæði, þetta fólk þyrfti að gista ykkur staðar, þetta sofa ykkur staðar, í alveg talað. Svo var nú nokkrir í fyrirverandi heimili Ásmundar Einars ráðherra upp í Borgarnesi. Það voru myndir af því sem að... Jú, fyrir einhverjum ára síðan. Nei, bara núna. Já. Það er búið að setja sikkvort rúmið inn í lítið herbergi og skápa á milli og það er búið að breyta því í verbúð. Er hann að leigja út? Hann leigir einhverjum einum sem hann leigir þetta síðan út, þannig hann er að taka þátt í þessu og alltaf ekki borgað 120 skall fyrir rúmflettið þannig sem að taka inn kannski 600.000. Og þetta er látið sko nánast ótalið. Þetta er út um allt. Þetta er út um alla trissur. Þetta er aldrei merkilegt, þetta ráðherralið, hann er með þetta og svo var hann með geldingatangir líka og svo dómsmálaráðherran með líkistu, þetta er einhvern veginn svona... Það er þessar kröfur. Ég sagði alveg fyrir mér að það væri hægt að setja þessar kröfur ef þeir, sko, hvaða hreyfing sem að kemur að þessu, fólki í landinu hreyfingin, gæti ég mynda meira að kemi þarna að og einhverju fleiri, en ég sagði líka fyrir mér, eins og ég tala þessi hagsmunasamtök, svona almennings sko, sem eru eins og hagsmunasamtök heimilana neytendasamtökin Landvernd ekki það? Já, ég veit Landvernd er alveg sama hvort það sé kjaraskerðing eða hvort það sé fátækur eða hvort það sé heimili eða hvort það sé skattlegning á þennar ríku. Landvernd er ekki með neina stefnu um það. Ég heldur ekki umboð til þess að taka til þessa kröfur. Nei, sennilega ekki. Ég finnst bara að þau hafi hagsmuna gæta líka, þú veist. Sko, en ef þau vilji bara hugsa þetta sem kjara baráttu, þá náttúrulega... Já, og líka bara sem samfélagsbaráttu, baráttu fyrir betra samfélagi. Þetta er ekki bara kjör, þessi grunnþætti samfélagsins, húsnæðismálin, heilbrigðismálin sem eru mjög brýn og það er kreppa en akkur ekki lofslagsmálin og náttúruvernd og landvernd þetta hangir allt saman það gerir það og til dæmis sko ég var að lesa grein þessa 5 olíurisa sem eru þeir sem sagt sko þeir fá peninga frá ríkinu núna gríðarlega fjárhæði sem að Biden hefur sett í sko ég man ekki hvað inflation en það er í rauninni sem það er ætlað til að efla orkuskiptin, stuðlaða orkuskiptunum en þessir risar, ég held að þeir hafi þessir olíurisar, þeir nota hvað 12% af peningunum sem þeir fá í vindorku hitt fer í að þróa nýjar olíulindir sem er svo fáránlegt sko og þarna er sko þarna er sko landvernd er þó hljómgrunni fyrir þannig að þið hafnið þessum stíl af mótmælum sem eru bara róp inn í lífskjarakreppuna og segið að það þurfum að horfa á stærri mynd. Nei, alls ekki er verið að tala mótmæli bara í næsta mánuði Já, ég held að þetta geti alveg byrjað svona nákvæmlega, ég tek undir það getur byrjað svona og svo getur það vika út það þarf að byrja á því sem er brýnast og stendur fólki næst það þarf að byrja einmitt því sem stendur fólki næst og ferða út á göturnar þegar fólk fer lánið þitt verður þú borgar 370.000 á íbúðinni þú borgar 150 í síðasta mánuði þeir sem keyptu fyrir 15-20 árum
hafa staðið í skilum, þeir eru í engum húsnæðisvandræðum. Ég veit. Það eru þriðjungur þeirra sem eiga húsnæði skulda ekki krónu, ekki koma þeir út á götu. Það er spurning hver er einn krítiski massi sko, það var náttúrulega húsnæðislánin sem að fóru öll til fjandans í hruninu. Þau voru frumkvatinn og öflugasti hvatinn að mótmæla almennt. Því fólki hefur aldrei verið bættu skaðin eins og Ragnar Þór hefur margsins bent á og það er aldrei að vita nema, þú veist, það fólk er náttúrulega, það er hér, ég meina þeir sem að komu, þeir sem ekki fóru til Noregs og þeir sem komu tilbaka frá Noregi, það er fullt af fólki sem er kurrandi hérna, hvað segir maður? Kurr meðal þess ennþá, það er gremja í því frá þessum tíma. Þannig ég með fleiri þrautir hann ykkur sem að ég ber undir ykkur ímislegt sem að Ragnar sagði. Hann sagði ekki alveg hvernig hann ætlaði að mótmæla en það var eiginlega augljóst á því hvernig hann talaði að hann er að horfa á leiðtogafund Evrópuráðsins sem að verður hér 15. og 16. Mæ. Og það minnir maður náttúrulega bara á, mann geti G7 mótmælunum hérna, voru ekki fyrir aldamót og kannski aðeins yfir aldamót. Seattle og það. Seattle, Gautaborg, Genua. Það sem stjórnmála elítan mætir saman, að þá mætir almenningur og segir sína. Þetta er mjög góð hugmynd. Þetta er mjög góð hugmynd. Og nota bene það eru líka fólk að utan sem að geti komið að mótmæla. Ýmsum hlutum. En það gæti líka og hvernig þá að það bara gæti komið hérna stórir hópar til að mótmæla eins og það er ekki neitt, þetta er á miðri hápunkti túristabólunar þannig það er ekki hægt að fá sko Airbnb ekki nema að við hendum út þessum leigjendum og leigjum það en eitt í þessu sem að ég velti fyrir mig þegar hann var að tala um þetta að það myndi þýða það að Íslendingar vera mótmæla þegar þeir eru gestgjafar. Hvað er það ekki alltaf lagi? Já, það er alltaf fyrir mig með svona þjóðina sem alltaf vil standa sér vel í Eurovision og er alltaf svo ánað með hvað hún stóð sér vel þegar Reagan og Gorbachev komið hérna, vonust til þess að þeir myndu undirrita eitthvað, er þið sögulegt Reykjavíkur samkomulag að þeir myndu vera að skemma þetta partí. Því tilfelli þá var nú kannski ansið mjög brýnt hagsmunamál margra verið að ræða hvort það ætti að hætta við að skjóta heimsbyggðina í tætlur í kjarnorkustríði. Það voru allir frekafegnir þegar það svona minkaði hættan á því eftir að virtist vera fyrst sinn sem að var einhvers konar merkjum það ætti ekki að fara að eyðileggja heimsbyggðina í kjarnorku loga en sem sagt það er alveg full ástæða til að mótmæla þessari elíti sem er að koma hingað og við eiginlega ef við ætlum að sýna kurteisi sýna samstöðu með öðrum þjóðum þá er það okkar kurteisi, það er að mótmæla því hvernig við erum alltaf fyrst og fremst eins og ég skildi Ragnar Þór, þá er fyrst og fremst að mótmæla ástandin á Íslandi og þessu ríkisvaldi sem gefur sig út fyrir að vera eitthvað allt annað heldur en það er og það er þessi mýta í gangi ellendis ég var að koma frá Berlín var að fór til Berlínar í nokkur dag og það er á svona seminari og þar heldur fólk, þetta fólk sem hétti þið gerði þessu stórkostlega hluti hérna, þið bara fangelsuðu alla bóana í hruninu og þú veist, og nýja stjórnarskrá og það er einhvern veginn þessi sko þetta blés fólki sko bara blés því andan í brjóst erlendis sem fannst það stórkostlegt en þetta er kannski svolítið orðum hvernig fór hérna og hvað við gerðum þá var þetta til þess að hvetja fólk áfram á Spáni Arabalöndum það er einn hópur mótmælenda sem ég get trúað að léti í sér heyra það er fólki hérna, unga fólki sem er búið að vera á Austurvelli og loftslagsmótmælunum og mótmæla þá aðgerðarleysi það getur komið fleiri frá þeirra sem að setja þetta Evrópuþing aðgerðarleysi þeirra í loftslagsmál Dagskrá Evrópuþingsins verður eins og má ráða af orðum utanríkisráðherrans að það verður fyrst og fremst reynt að ná einhverju samstöðum það að þrengja enn að Rússum þannig það verður umræðið verður ekki lífskjarakrísan í Evrópu jafnvel það að vekja athygli á lífskjarakrísun í Evrópu sem er þjáning Evrópu út af afleiðingu stríðsins verður talið vera frekar vera að ýta undir sko málstað Rússa
Hvað segir að þessa færa það í tímasetningu? tal sem sagt, að það greppi að almenningi út af stríðinu að það sé að vatna millur rússa, þetta náttúrulega alveg þeir sem að benda á þjáningu almennings í Þýskalandi út af orkukreppunni að þau eru sökuð að vera handbendi Pútins. Nei, ansið það langsótt. Það bara þannig. Þetta er bara hreinlega heimskulegt. Ég veit ekki hvað að segja það, sko, þegar við erum búin að sjá sem sagt Bandaríkin reka þessa stefnu sem að lokum leiðir til þess að Rússar bregðast einfallega við með því að ráðast inn í Úkraínu vegna þess að þeir sjá ekki annað úrræði út frá sínum sjónarhóli þannig að þeir eru eiginlega neyddir upp í horn og þeir eru neyddir til að gera þetta en ég meina þeir telja það vera ég meina þetta er, þú veist hvað að segja svona þegar fólk ég veit ekki hvort það var líka Rússum við Víetnama sem að tóku upp vopn gegn Bandaríkjunum þegar þeir reyðast inn í Suður-Víetnam. Ég sé bara þess að Rússlandsstjórn bara sem glæpamenn. Þetta er bara diktator frá helvíti, hann Pútín, hvernig sem áður lítur á það. Bara glæpastjórn. Núna eru til dæmis Wagneristarnir, hérna, hvað er heita á þessi Wagnerflokkur. Ég var að horfa á sænska sjónvarpi á þann og það koma núna okkur með einsta degi 1000 manns yfir Miðjarðarhafið til Lampedusa. 1000 manns á dag, þetta er náttúrulega svakalegt og þetta er engin lausn, það er engin lausn að fá sko, það er engin lausn á efnahagsvanda Afríkuþjóða að þau komi allir til Evrópu en ein ástæða fyrir aukningu á fólki, ok, það er komið í vor, það eru hlýra og allt það en Wagner-sveitirnar er að kynda undir hjá þessu fólki víða eftir þessi frétt sagði þannig að þú veist þetta eru bara krimmar og ekkert annað Já, það er engin spurning sko, en sem sagt það sem að þessar þjóðir Rússar, Kínverjar, Indverjar Brasilíumenn, Suður-Ameríkumenn sjá, það eru þjóðir eins og Bandaríkin Þýskaland, Frakkland og Bretland sem að hafa gengið vaðið allan heiminn bara og eins og skítum skónum eins og þessi algjörlega sjálfsagt að þeir fái að ráða öllu og dræja allt til sín Já og það sko er ákveðið sjónarhorn sem verður að virða einhverju marki, ekki satt? Það er bara fyrst núna, það er alveg stórmerkilegt að sko það er fyrst núna eins og sé frá eins og Bretar að horfast alvarlega í augu við þrælaverslunina. Það er eins og hún hafi bara varla verið komist á blað. The Guardian er búin að vera með seríu núna í þrælaverslunum og hérna bómullaborgina hérna Manchester og hvernig í raun og veru The Guardian var reist á grunni þrælapeninga. Það er allir blóðu í þarna, það er allir, þú veist, en það er makaljóst að það er núna 2023. En hefur þetta ekki gósið upp af og til þessi eftirlendu fræði og af og til sko. Það er svolítið erfitt að halda ykkur svona þráðinu ok, haldu bara þið spurðu þá Það var þú sem nefndi Rússland Ég nefndi hvort það væri snjallt að vera með mótmælin við leiðtogafund Evrópu sem er vitað að verður aðmálið þar verður Rússlands verður Úkrænustríðið það verður aðalefni fundarins þetta er ekki fundur til þess að ræða lífskjarakrísuna Ég get svara fyrir mig sko, ég er náttúrulega alveg umbóðslaust þannig en með stjórnarskrárfélagið að við þetta hefur komið til tals þar en hefur ekkert verið rætt almennilega að við ætluðum bara að vekja athygli þessara útlendu gesta og þingfulltrúa á ástandin hérna í stjórnmálunum að Íslensk stjórnvöld virða ekki úrslit kosninga það var, ég býst við að við gerum eitthvað slíkt sko en Ragnar með sína kröfu, ég veit það ekki þú veist að telja þar upp en hvert á að beina þessum mótmælum sko eigum við að hérna öskra og þingfulltrúa þarna og skamma það fyrir hann vil hafa mótmæli til þess að þröngva stjórnvöldum til þess að bregðast við kröfum almennings
í húsnæðismálum, í ýmsum málum sem að hann hefur samið við stjórnvöld úrbætur í samfélaginu en stjórnvöld hafa svikið. Þannig að hugmyndin svo að þingið gagnslaust, ríkisstjórnin gagnslaus, verkalýðshreyfingin nær bara einhverjum samningum við þessa eftir standa kröfur almennings réttlátara samfélag sem að ná hvergi fram og mun ekki ná fram nema að það verði virk mótmælahreyfing sem að knýr þar í gegn. Já, og má ekki fara á stað með það að því að Rússar að berjast í Úkraínu. Ég verð að spyrja hvort að þetta væri góður staður að vera með mótmælin og að því að þið fóruð að segja út frá lífskjara krísunni annar staðar og sem að það var mótmæli í þessum löndum þá bara benti á að umræðuefnið mun ekki vera lífskjara krísun. Bara langt í frá. Þetta er spurning, þetta er góð spurning. En það gæti eins og ég skilt það væri bara, þessi mótmæli væri hugsun þannig að vekja athygli á ástandinu á Íslandi, vekja athygli erlendra fjölmiðla og búa til pressu á íslensk stjórnvöld. Mér langar að segja eitt, það sem að við höfum liðið svolítið fyrir í þessum mótmælum öllu saman og erum við ansið sjóið hérna, að það vantaði alla tíð hefur alltaf vantað maður er ekki tölaði hvað maður er búin að mótmæla oft og allt það vantar einhverja hreyfingu sem tekur við það er einhvern bakland, það er einhvern veginn aldrei, þetta er bara allt í dúnalogn það gerist ekki, það vantar þessa virku grasrót sem tekur við og skipuleggur. Grasrót er óskipulögð fjöldahreyfing, þú ert að byrja skipulegð fjöldahreyfing. Já, bæði og. Þú getur ekki fengið bæði grasrót og skipulegð. Jú, það getur alveg unnið saman. Þú komst á fjárlög helst. Nei, ég meina það, Hjörtur. Ég meina bara eins og þekkist, bara eins og Vestanhafs, þar sem að, ég veit ekki hvað ég var búin að fara 4-5 sinnum til Washington borgar áður en ég fór þangað sem túristi, ég var alltaf að fara að mótmæla einhverju og milljón manns í mótmælum og það er bara fjöldarhreyfingar virkar á bakvið sem að taka við og taka svo við skipulagi og það er skipulagt fyrir næsta það er bara til að halda utan á mótmælum. Já, það er flæði þegar að þú nærð ekki endilega öllu fram í einum mótmælum heldur þarf að hamra á þessu aftur og svo kemur eitthvað upp í samfélaginu og það þarf að gera það er að halda stjórnvöldum eða valdhöfum við efnið og það er það einhvern veginn sem okkur hefur skort svolítið hérna finnst mér við erum og það lág okkur hver sem vill en maður verður svona nánast vegmóður það er búin að gera svo í alvöru, við erum bara að fara svo oft og það er einhvern veginn svo sami grautur í sömu skál og lítið gerist. Eitt yfirbót, það eru hérna komin fram mótmæli yfir hvað við erum búin að vera lengi að tala, það eru hálfur að mótmæla að því að þú byrjar að tala að Ragnar Þór var að boða til mótmælana og við höfum talað svona hvernig búsáttarbyltingin var það sem almenningu fyrir út á götu skiptir það máli að þetta sé gert í svona nafni eins manns sem er að boða til mótmælana, eru það hvað er það að segja, populísk mótmæli? Já, þetta er svolítið svipað eins og var í búsáttarbyltinginu, þar var Hörður Torfason það var bara hans nafn sem að stóð það er bara sínvirkaði ég held að það geti alveg virkað Þannig að Ragnar sé að bjóða sig fram í að taka hlutverk Harðar Torfasonar. Ég veit ekki, en Ragnar nýtur að því en mér virðist töluverðar alþýðu hilli og ég bara, ef hann vil gera eitthvað í málum, þá er ég bara ánægður með það að hann taki af skari því að það er ekkert margir sem að leggja í að gera og flestir náttúrulega bara sitja með hendur í vössum og ef einhver er til í að taka slægin þá er það bara gott. Okay, sama hvernig það fer þá er bara eitt eftir að ef að Ragnar búa til mótmælana ætli það með þetta já ég verð bara því miður ekki í bænum ég er út á landi ég mæti annars glöð mæta við sjáumst í mótmælunum þakka ykkur kærlega fyrir Árni, Fríða og Hjörtur